Ríkisstjórn Íslands hefur ákveðið að setja aukna fjármuni í loftslagsmál og til þess að vinna því markmiði að ná kolefnishlutleysi á Íslandi 2040. Landnotkun, þar með talið þá kolefnisbinding og breytingar á landnotkun, gegna lykilhlutverki í að ná markmiði kolefnishlutleysi. Áherslur stjórnvalda í þessari áætlun breytingar á landnotkun, aukna kolefnisbindingu að við ætlum að draga úr losun frá landi eins og við getum. Og þá erum við að tala meðal annars framræst votlendi, rofið, mólendi og annað rofið land. Þannig að vinnum að því að stöðva losun frá þessu landi. Við þurfum að bæta grunnupplýsingar losun og bindingu. Þannig að við getum metið árangur af starfinu, lagt mat á stöðuna og metið árangur. Við þurfum að skilja betur ferlana sem á bakvið losun og bindingu. Þess vegna þurfum við meiri grunnrannsóknir á því sviði. Við ætlum að auka mikið samstarf við okkar helstu samstarfsaðila. Það eru bændur, það eru félagasamtök, það eru sveitarfélög til að vinna með stjórnvöldum að þessu verkefni. Og við þurfum síðan að móta ákveðnar vinnureglur það hvernig við tryggjum að ávinningur af þessum aðgerðum haldist, það er að segja að tryggja varanleika aðgerða.